í Reykjavík og til máls tekur borgarstjóri. Mig langar sem áheyrnarfulltrúa hér að fá orðið í eina stund. Forseti borgarstjórnar. Ekki, borgarstjórn hefur ekki leyfi til þess að veita borgarfulltrúum á meðan borgarstjórn stendur. Borgarstjóri í ræðustól. Annars væri ég nú varla standandi hér ef ekki væri ponta. Fundarsköp hreinlega leyfa það ekki að borgarbúar taki til máls nema borgarstjórn leyfi það. Hér er borgarstjóri með orðið og ég gef honum það. Hvernig getum við búið til þá tillögu? Munnlega núna getur borgarstjórn samþykkt það. Eða væri við að koma aftur? Það er hægt að hafa samband við borgarfulltrúa eftir öðrum leiðum en í borgarstjórnarsalnum. Það er hægt að hafa samband við borgarfulltrúa eftir öðrum leiðum en í borgarstjórasal á fundi borgarstjórnar. Borgarstjóri. Takk fyrir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórnar, ágætu gestir. Hér á dagskrá umræðu ferðamannaborgina Reykjavík og við óskum eftir að hún yrði sett á dagskrá. Það er líka rætt hana á opnum fundi miðborgina í kvöld. En ferðaþjónustan hefur á örfáum árum farið úr því að vera ein af atvinnugreinum landsins og borgarinnar í að vera mikilvægasta atvinnugrein landsins, sú sem aflar mestra gjaldeyristekna og veitir gríðarlega mörg störf. Einnig ferðaþjónustan ásamt þeim hagvexti sem myndast hefur á undanförnum árum í Reykjavík stærstu þættirnir í því að efnahagur landsins hefur rétt við sér eftir hrun. Fjölgun ferðamanna hefur verið gríðarlega hröð en þessi mikli vöxtur ár eftir ár í prósentutalið og ár eftir ár í hundruðum þúsundatalið hefur líka reynt á, ekki síst í borginni þar sem að ferðamennirnir vilja helst vera og þess vegna er þetta eitt af mikilvægustu viðfangsefnum og verkefnum borgarinnar, ekki að markaðssetja borgina, við gerðum það á árum áður með góðum árangri, heldur að mæta þessari fjölgun ferðamanna þannig að vel sé. Það eru nokkrir þættir sem að mætti ræða og reyndar fjölmargir. Í fyrsta lagi að þá er tilfinnanlegt að þegar kemur að ferðaþjónustunni þá eru til miklu minni rannsóknir en til dæmis á hafgrunninu eða einstökum þáttum náttúrunnar. Það vantar oft gögn og rannsóknir og einhvers konar mælaborð, bæði til þess að rýna á spá en líka til þess að taka afstöðu til valkosta. Og borgin hefur gert þar nokkuð en kannski ekki nægilega mikið, þó svo að við höfum verið að fylgjast með þróunina í gegnum árin, meðal annars viðhorf ferðafólks og viðhorf og stuðning íbúa. En mig langaði sérstaklega að gera að umtalsefni tvennt, það sem lýtur að gistingu og skammtímaleigu og hins vegar það sem lýtur að rútum og akstri stórra bíla inn í þéttustu hverfum miðborgar þar sem álagið er mest. Ef við ræðum fyrst það sem snýr að gistingunni, að þá hafi gegnum áratugina heimildir til uppbyggingar hótela og gististaða verið að jafnaði víðtækar og opnar í aðalskipulagi borgarinnar.
Gististaðir hafa að öðru jöfnu verið þjónusta sem getur þrifist innan aðra atvinnustarfsemi í grennd við íbúabyggð og jafnvel innan íbúðasvæða. Þó það sé ekki svo langt síðan að aðalskipulagið var unnið og mótað, að þá sáum við ekki fyllilega fyrir þann gríðarmikla vöxt sem hefur orðið reyndin. Gistinóttum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði 46% milli 2009 til 2012 en 86% milli 2013 og 2016. Og þessar prósentur reiknast auðvitað ofan á miklu hærri heildartölu. Þetta þýðir að gistirýmin, þessi eftirspurn kallar eftir miklum fjölda gistirýma og við höfum orðið að bregðast við til þess að koma í veg fyrir það að þau veljist ekki öll á sama stað niðri í Kvos. Þannig að það komin kvóti á gistirými og við erum núna búin að auglýsa tillögur að kvóta á gistirými líka við Laugaveg og Hverfisgötu og aðeins víðara svæði miðborgarinnar. En það sem að færri átt að sjá að í nýju aðalskipulagi var þó búið að sjá fyrir þessa þróun þannig að þar lagt bann við skammtíma gistiþjónustu á íbúðasvæðum. Og það bann hefur í raun verið í gildi frá því að aðalskipulagið var samþykkt, en ný lög gististaði eiga að gera auðveldara eftirfylgdina með þessu. Bannið sem sagt mjög ámóta og í ferðaþjónustuborgum eins og Berlín og annar staðar, París, Amsterdam, þar sem að ákveðin dagafjöldi heimill til útleigu hjá einstaklingum án þess að það þurfi einhver umfangsmikið leyfi fyrir því. Og hér þetta kallað 90 daga reglan, af því að reglan sem var sett á Íslandi var 90 daga og hugmyndin var svo að það ætti að vera mjög einfalt að tilkynna slíka starfsemi. Allt fyrir utan það og meir en það, umfram það, kallar á sérstök leyfi og slík leyfi fást ekki á íbúðasvæðum. Það einungis við aðalgötur í hverfum sem að slík leyfi fást. Þetta eru línurnar sem lagðar eru í aðalskipulaginu og þetta svo grunnur sem að við stöndum á í þessum efnum. Komið nóg af hótelum? Já, sums staðar í Reykjavík komið nóg af hótelum og þess vegna þarf að dreifa þeim. Ættum við að fara í fótspor Barcelona og setja 3 ára bann við byggingu fleiri hótela? Nei, ég ekki viss að það myndi reynast vel og þá myndum við setja aukinn þrýsting á húsnæðismarkaðinn í gegnum leyfilega og óleyfilega skammtímagistingu. Ég held þess vegna leiðin varðandi hótelbyggingar að finna svæði þar sem að hótel mega rísa utan þess kjarna þar sem þau eru flest, til dæmis upp með Suðurlandsbraut og Skeifu á þróunarási borgarinnar. Það sem ánægjulegt að sjá að eftir að við hófum máls á þessu, og það hefum við gert núna síðan 2013 sérstaklega, að þá þetta þróunin og hótelin eru að dreifast víðar, uppbyggingaráformin, þó vissulega sé verið að klára ýmis eldri áform sem að fyrirhuguð voru hér í Kvos og upp með Laugavegi. Ég held þess vegna að við séum allavega með einhver þau tæki sem við þurfum til þess að takast á við það að stjórna hvar gistirýmin eru og hvers eðlis þau eru, en þessi hraði vöxtur hefur kennt okkur margt, meðal annars það að við þurfum að vera tilbúin að taka frekari skref ef þarf til þess að ferðaþjónustan setja ekki óhóflegan þrýsting á íbúðamarkaðinn og þróun ferðaþjónustu verði í þágu betri borgar og betri hverfa en ekki ógn við þau lífsgæði sem við viljum búa íbúum. En frekari kvótasetning varðandi hótel sem þetta í auglýsingu og mikilvægt að
fram komi að í raun hefur verið sett bann við Airbnb í íbúðahverfum borgarinnar ef undan er skilin 90 daga reglan og aðalgötur sem eru ekki mjög margar í hverfunum. Í öðru lagi að þá er rétt að rekja hvaða stefnumótun og aðgerðir hefa verið í gangi varðandi akstur ferðamanna eða öllu heldur ferðaþjónustu fyrirtækja miðborgina. Það var sem sagt sett upp takmörkun á akstur stórra hópbifreiða í miðborginni á síðasta ári með ákvörðun sem var tekin 2015. Safnstæði voru sett upp á 11 stöðum þar sem stórar hópbifreiðar geta stöðvað í alltaf 5 mínútur til þess að ferma og afferma, en þeim var óheimilt að fara skilgreind svæði á móti. Þetta hefur gengið nokkuð vel og skiptir verulegu máli, en hins vegar er engin launung á að bæði íbúar og ferðaþjónustufyrirtæki eru núna orðin sammála að frekari skref þurfi að stíga. Umhverfis- og skipulagsráð skipaði stýrihóp til að móta stefnu þetta og í honum sátu Gísli Garðarsson, Hildur Sverrisdóttir og Hjálmar Sveinsson, og hópurinn fjallaði frekari takmörkun á akstri hópbifreiða í miðborginni og þessi rútustæði. Það urðu þau tíðindi í þessari vinnu að samtök aðila í ferðaþjónustu, þar með talið rútufyrirtækin og íbúasamtök miðborgar, sameinuðust að gera tillögur inn í þennan hóp hvernig þau sæju þetta. Hópurinn hefur síðan unnið með það, fengið greiningu með aðstoð FSO ráðgjafar og er búinn að kynna tillögu að takmörkun sem er á vinnslustigi. Það er ennþá hægt að gera athugasemdir við tillöguna fram í næstu viku, en samkvæmt þeim að þá er verið að fjölga safnstöðunum en verið að takmarka ekki bara umferð stóru rútubílana, heldur líka þeirra litlu og mikið breyttra jeppa sem eru þetta alveg fyrirferðarmikil í götukassanum eins og rútur. Og hugmyndin er sú að þetta verði innleitt á þessu ári og verði í gildi næstu 2 ár og verði þá endurskoðað með aðkomu þessara sömu aðila. Ég fæ ekki betur heyrt en að þessum nýju tillögum hafi verið vel tekið, en umræðan þær hefur reyndar verið minni en ég bjóst við. Ég held að eftir þessu hafi víða verið kallað, en mikilvægt er að fá viðbrögð núna á kynningartímanum og standa síðan saman að góðri innleiðingu á þessu. Það mætti auðvitað gera mjög margt fleira að umræðuefni og sjálfsagt að gera það ef einhverjar spurningar vakna. Það er af nógu að taka þeirra ferðaþjónustunnar annars vegar. Það þarf að ná utan betri dreifingu ferðamanna ef vöxturinn heldur áfram svona til nágrannasveitarfélaganna með borgarlínu og afkastameiri almenningssamgöngum, til landsbyggðarinnar með betri tengingu alþjóðaflugs og innanlandsflugs, en svo er auðvitað fjölmargt annað sem lítur á útliti og yfirbragði borgarinnar sem við erum að reyna að taka á með nýjum reglum skilti á gangstéttum og götum úti, með betra skipulagi á umferð til og frá borginni, til dæmis með því að taka á þeirri staðreynd að 55% ferðamanna fara út úr Leifsstöð og leigja sér bílaleigubíl og keyra á nagladekkjum allra sinna ferða upp frá því
á ferð sinni. Þetta bæði skapar álag á bílastæði í tengslum við gististaði en líka göturnar og óþarfa slit á götunum. Ég veit ekki neina borg sem skipuleggur þetta svona þegar ferðamenn koma til landsins. En það eru gríðarlega margir jákvæðir hlutir líka að gerast í tengslum við menningu og afþreyingu sem leiðir að ferðamennsku. Við getum nefnt náttúrusýningunni í Perlunni, við getum nefnt alls konar safnastarfsemi sem stendur með blóma og tónleikahald og leiksýningar. En að borginni kemur það að huga að heildarhugsun, innviðauppbyggingu. Við þurfum að svara lykilspurningum á næstu misserum varðandi flugvallamál. Við eigum á þessu ári að efna til samkeppni skipulag umferðarmiðstöðvaritsins og ná þannig utan rútutraffíkina til og frá borginni og tengsl hennar við strætó. Við erum að huga því að hafnarsvæðunum að ný farþegamiðstöð verði á Ægisgarði og fjölnota hús sem taki við gestum skemmtiferðaskipa á Miðbakka. Við þurfum öflugur almenningssamgöngur fyrir höfuðborgarsvæðið. Við þurfum að huga að nýjum almenningssalernum og svo þurfum við að huga að tekjustofnum og gjaldstofnum til þess að standa undir þessu öllu saman. Á hafnarsvæðunum á að taka upp farþegagjöld en við þurfum hlutdeild í gistináttagjaldi sem gjarnan má hækka á ferðafólk til þess að borga þann rekstur borgarinnar sem er hluti þjónustunar við ferðafólk. Það held ég sé sanngirniskrafa sem að sveitarstjórnarfólk er allt sammála en skiptir miklu máli að fylgt verði hratt og vel eftir. Síðast en ekki síst þarf að fylgja eftir nýju lögunum gististaði. Ég hef sagt það sem mína skoðun, ég held að eftirlitið skiptir það lykilmáli og það verði ekki fullnægjandi fyrir en að það verði á hendi sveitarfélaga. Við höfum reyndar góð orð sýslumanns það að það verði staðið vel að því, að það verði byrjað að sekta á þessu ári og þessu verði fylgt mjög fast eftir og ég vona að það sé rétt en það skiptir algjöru lykilmáli til þess að það náist utanum þetta. En Reykjavíkurborg er að vinna á fjölmörgum sviðum sem að skipta máli til þess að ná utanum þau verkefni sem leiða að fjölgun ferðamanna og við skulum vera viðbúin því að við þurfum að vera það áfram. Það er borgarstjóri lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Mér langar nú bara að þakka kærlega fyrir þessa umræðu því að ég held að það sé nauðsynlegt að við tökum hana bara reglulega í gegnum þetta tímabil sem við erum að lifa, þar sem að vöxtur ferðaþjónustunnar er alveg gríðarlegur og hefur mikil áhrif á borgarbúa. Mér fannst bara gott að heyra borgarstjóra fara yfir það sem að borgin er með í vinnslu eða hefur nú þegar framkvæmt eða komið í ferli og ég er sammála því sem að framkom í hans ræðu. Ég held að borgarbúar séu ofta ekki meðvitaðir hvaða reglur gildi og fólk skilji ekki vel að það er í raun og veru bann við því að vera með gististarfsemi inn í íbúagötunum samkvæmt aðalskipulagi. Það áttar sér hreinlega ekki á því og er jafnvel að heldur það geti hafið slíka starfsemi án þess að athuga það betur og svo kemur það því óvart þegar það reynir að fara í gegn með það. Ef það þá reynir að fara í gegn með það, því að við vitum að það er eflaust mikið svarta starfsemi sem er heldur ekki gott og hefur held ég virkilega neikvæð áhrif á allt borgarlífið. Við höfum nú rætt hér áður sjálfstæðismenn mikilvægi þess að við reynum að hafa puttana á púlsunum varðandi þessi mál og ég held að það sé gott að fara yfir þau svona í ræðu en hugsanlega væri betra að vera með einhvern veginn einhverja frétta
móla að gefa út eitthvað svona, ég veit ekki hvort það ætti að vera ársfjórðungslega eða hvernig við erum að upplifa bara hvernig borginni gengur að svona lifa með ferðamennskunni og þessum mikla vexti. Við vitum það, við sem höfum setið þing með fólki sem býr í miðborginni, að það er ægilegur pirringur, alveg ægilega mikill og fólk alveg bara mjög mikið niðri fyrir á þessum fundum að það sé meira gripið til bragðs og við séum að gera eitthvað meira. Þeim finnst ekki að borgaryfirvöld hafi verið að sinna vaktinni, en ég held og er sammála borgarstjóra að það er að vissu leyti vegna þess að fólk veit ekki hvað hefur gerst. Það veit ekki kvótana, það veit ekki hvað í aðskipulagi. Það upplifir auðvitað bara þetta í sínu nánustu umhverfi sem við vitum öll hvað og höfum verið að reyna að vinna með, eins og umferðinni inn í miðborgina, og þetta auðvitað svo eftir að breiðast út fleiri hverfi eftir því sem ágangur verður meiri, og ég hugsa verði það ekki nema bara við dýrtíðin með breytingum á genginu hafi þau áhrif að við bara séum kannski bara að takast við kúfinn á þessu ári og svo ekki söguna meir. Við vitum auðvitað ekki það og þar auðvitað þarf að biðla til ferðaþjónustuaðila að reyna að haga sinni þjónustu og sinni vöru þannig að við förum vel með þessa auðlind sem að ferðamennskan að sjálfsögðu Mér finnst ég nú svo sem ekkert vera að segja neitt nýtt hérna. Mér fannst þetta að koma flest allt fram hjá borgarstjóra og það kannski bara að því við fórum yfir einn daginn, þú veist, þá hefur þetta mest áhrif í miðborginni og ég man ég fór yfir þær tölur hér daginn að þá hefur til dæmis íbúum ekki fjölgað í 101 í nokkur ár, sem hlýtur að vera eitthvað sem við viljum skoða, ég meina það, og við höfum lesið fréttir frá stjórnendum leikskólanum að börnum fækki í hverfinu, þó að sé kannski ekki beint þetta, það er ekki hægt að sjá fækkunin á tölunum, en það væri auðvitað undir eðlilegum kringumstæðum að hefði eftir að vera þannig að fólki fjölgaði. Það er þétting í gangi, það er mikil uppbygging og maður hefði jafnvel haldið að fólki myndi fjölga. Svo þetta auðvitað það sem við höfum oft rætt og það að hverfin breytast, þau verða dýrari, það verður dýrara að búa í þeim og leið breytast þau, það verður ekki sama fjölbreytta menningin og við höfum kannski búið við í gegnum tíðina. Það hverfa svæði sem fólki þykir sárt að sjá hverfa og upplifði sem mikil menningarsvæði eða staði. Auðvitað þetta allt eitthvað sem að fólki jafnvel sárnar að gerist, en kannski verður ekki séð með einhverjum svona skýrum hætti hvernig borgaryfirvöld eiga að grípa inn í það, því auðvitað það líka þannig að það ákveðin framþróun sem þarf að eiga sér stað og ég meina svona skapandi kraftar, bara sköpunarkraftur fólks, hann brýst fram, held ég, í hvernig umhverfi sem það býr, en hann leitar auðvitað hjá þeim sem eru yngri og hafa ekki mikla fjármuni milli handana, þá leitar hann auðvitað að aðstæðum sem eru ódýrari og við þurfum svolítið kannski að maður gæti fara að reyna að sjá fyrir hvar það gæti verið í borginni. Við eigum kannski ekki svo mikið af gömlu húsnæði sem til sem hendar. Ég veit ekki, það mætti kortleggja það, ég hef ekki séð það kortlagt, en það væri gaman að reyna að sjá það. Svo fannst mér mjög áhugavert að sitja daginn fund tónlistarborgina, eða í sambandi við tónlistarborgina og hvernig Reykjavíkurborg gæti mætt því að verða betri eða meiri eða, já,
eða skapa sér meira nafn sem tónlistarborg og í þeirri umræðu kom meðal annars upp að það mætti vinna með mismunandi hverfi. Við gætum skipulagt komið inn sem skipulagsvald með einhvers konar hvata því að ákveðin hverfi yrðu tónlistarhverfi, hvort sem það eitt hverfi eða hvað. Við ættum eiginlega að fara að skoða þetta, ég held að veri gaman að skoða þetta og sjá hvernig við, bara hvaða aðstöðu höfum við, hvaða leiðir höfum við og með hvaða vilja viljum við greiða fyrir því að þeir sem ekki hafa mikla peninga á milli handanna geti í rauninni fengið aðstöðu til þess að skapa og sinna sínu starfi sem er mjög mikilvægt og er í raun að veru örugglega einn af þeim bara einn af stóru þáttunum sem að fólk telur vera það sem að því þykir mikilsverðast við landið. Það er náttúran og það er menningin og við að sjálfsögðu að styðja hana og svona reyna að vinna jafnvel með hana meira inn í skipulaginu. Við höfum svo sem það inn í menningarstefnunni, það er orðað þar, það er skjalfest þar, en svona hvernig við vinnum með það er svo annað mál og ég held að við næsta skref í okkur væri hugsanlega að fara að ræða það hvernig, hvort við eigum að gera það bara inn í þá hverfisskipulagi, inn í einhverjum formlegri skipulagsferli sem við erum að vinna eftir í dag eða hvað. Ég veit það ekki, þetta nú bara svona hugleiðing sem ég kem hérna inn með. Mér finnst bara mikilvægt samt við tökum það lengra, við erum ekki með neina tillögur það hér, við höfum rætt þetta bæði inn í menningarráðinu og hérna auðvitað í umræðu hér, en kannski ég bara boði það að við munum taka þá hugsanlega umræðu þetta bara inn í umhverfis- og skipulagsráði á næstunni, svona til að kanna hvort það sé þá eitthvað vilji til að fara að skoða skipulagið með þessum hætti og það ætti þá ekki bara við tónlist heldur líka aðra menningu. En ég þakka bara fyrir umræðuna, ég held að það sé mjög mikilvægt eins og kom fram hjá borgarstjóra að við upplýsum betur það sem við þó höfum gert hér og staðið fyrir og við jafnvel gefum það út í einhvers konar fréttapunktum eða bara betri leiðbeiningum til fólks í borginni, hvort sem það er sjálft að fara að hugsa sér að setja á fót eitthvað gistiþjónustu eða bara íbúar í nálægð við slíka þjónustu. Þannig að íbúarnir vita líka ef að þeir eiga rétt á að búa, ef að þeir búa við íbúar þar sem við íbúagötur þar sem ekki er leyfilegt að vera með gistirekstur nema að þá fara rétt í það, að þeir viti það og geti leitað réttar síns og krafist þess að eftirlitið mæta staðinn. Ég held að það sé alveg komin tíma á það miðað við þá þreytu sem maður heyrir auðvitað oft hjá íbúum. Svo auðvitað, ég ætla ekki að fara yfir það, en auðvitað eru þúsundir íbúðartaldar hafa farið undir ferðamannaiðnaðinn. Þetta er auðvitað áhyggjuefni. Ég er ekki á þeim stað að vilja fara að banna Airbnb íbúðir. Ég held ennþá að við þurfum bara að bíða eftir því að sjá hvernig nýja löggjöfin henni svona hún innleiðist og hvernig hún í raun og veru mun skila okkur vonandi betri skráningum og upplýsingum hvernig þessu öllu saman er háttað. Þá held ég líka það að fara að banna skammtímaleguna myndi bara ýta fólki út í langtímaleguna. Þú sem er bara 7 daga pluss samkvæmt lögum, held ég. Ég held að það sé ekkit betra. Þetta eru eignir fólks, það á að hafa, þá að ráða því hvað það gerir við þær og að sjálfsögðu finnst mér fólk mega reyna að finna sér, skapa tekjur af eignum sínum. Mér finnst það því ekki til fyrirstöðu innan ramma. Ég held við séum með ágætis ramma, látum á að reyna, en við með mjög mikið kynna betur það sem, bara rétt þeirra sem að búa við þessar aðstæður í hverfunum og líka
hvað kvaðir eru á þeim sem ætla að fara í svona rekstur. Ég held ég hafi þetta ekkert lengra en bara hvet borgarstjóra til að fara í það að gefa út einhvers konar punkta eða samantekna leiðbeiningar og bara upplýsingar nákvæmlega þessi mál. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri veitir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara taka undir með borgarfulltrúunum. Ég held að þetta sé bara góð og jákvæð hugmynd og ekki síst mikilvæg núna þegar komið nýtt lagaumhverfi. Ég heldur að eitt af því sem hafa verið breytt að langtímalega núna 30 dagar eða meira. En að því ég veit að borgarfulltrúinn þekkir þennan málaflokk vel að þá þetta eitt af því sem mætti kynna miklu betur og ég held að þessi bara brýn þörf á því. Þá hefur borgarstjóri lokið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, kannski ég að yrka þann leiðasið að fara að endurtaka það sem allir voru hvort sem búnir að segja, en ég lofa því að vera ekki mjög lengi að því. En mér langar aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir sagði Airbnb og þessar nýju reglur, þessi nýju lög öllu heldur og sem að gefa fólki kost á að drýja tekjur sinnar með því að leigja út íbúð að hluta íbúð í 90 daga upp á ákveðnu upphæð. Og ég alveg sammála því að mér finnst eðlilegt að fólk hafi þennan ráðstöfunarrétti við sínum eignum. Mér finnst það fullkomlega ljóst. Ég veit fólk sem hefur beinlínis náð að bjarga sér með þessu, af því að margir eiga erfitt með að hver mánaðamót. Þess vegna verið svolítið hissa á því þegar ég hélt tölu þarna á þingi, landsþingi, man ekki alveg, það var eitthvað þing Sambands íslenskra sveitarfélaga ferðamálum daginn. Og þá rakti ég bara þessi stefnu Reykjavíkur og þetta viðhorf og þá var það greinilega ekki mjög vinsæl skoðun í öllum landsfjórðungum. Og fékk ég skammir fyrir að halda þessu fram því að auðvitað þetta banna þetta alfarið. Banna fólki alfarið að leigja út íbúðurnar sínar, líka bara í einhverja 1 eða 2 vikur. Og ég var satt að segja mjög undrandi á þessu sjónarmiði, en svo fekk ég þá skýringu eftir að á mörgum smærri stöðum út á landi þeir lendi í vandræðum vegna þess að þeir þurfa að ráða fólk á sumrin til þess að þjóna ferðamönnunum en eiga erfitt með að finna húsnæði af því að húseigendur á staðnum fá meiri pening út úr því að leigja á ferðamönnum. Þannig að maður skilur þetta sjónarmið en mér finnst allavega að það mætti alls ekki vera þannig að þessi sjónarmið réðu ferðinu löggjöfina. En hugsanlega þarf að taka eitthvað tillit til þess þó ég sá ekki alveg í hendi mér hvernig eitt bæjarfélag getur bannað fólki að leigja húsin sín. Þó það getur augljóslega að setja einhver takmörk. Ég veit reyndar ekki svona lögfræðilega skilgreiningu á því, sko, þú veist, hvað er hægt að banna og hvað er ekki hægt að banna. Lögfræðin dálítið skrítin veröld. En það rétt sem að kom fram í máli borgarstjóra áfram að það talsverð vinna sem að á sér stað núna og hefur átt sér stað í allan vetur varðandi takmarkanir takmarkanir ferðaþjónustunnar og núna það svæðið M1A sem í rauninni Lækjargatan, hluti af Hverfisgötu, smá hluti af Skólavörðustíg og nokkurn allir Laugavegur, það sem búið að reikna út hvað mikið af byggðum fermetrum eru hótelherbergi. Mér minnir að þessu ekki nema, ég veit ekki, það kannski 18%. Og það eru sem sagt tillögur til umfjöllunar núna það með hvort að það sé ekki hvort heldur það tillögur það að það megi nota mismunandi aðferðir til þess að setja einhvers konar þak á þetta eins og við gert í Kvosinni og svo var líka sem borgarstjórnin myndist á áðan og það rútuumferðin. Ég hef heyrt fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 segja
að það allt í lagi með ferðamennina en þessi fjárhans rútu umferð okkur lifandi að drepa og við höfum brugðist við því og niðurstöður koma mjög fljótlega. Það rétt sem að hefur líka komið fram að fólk virðist ekki átta sig á því hvað í rauninni búið að setja mikla takmarkanir þráttur þetta sem ég var að segja hér áðan, já með því, þú veist að búið að setja mikla takmarkanir á því að stunda rekstur og Airbnb íbúðum í atvinnuskyni en ekki sem sagt en litla takmarkanir á því að stunda þetta til að drýja tekjur í alltaf 90 daga á ári. Vegna þess að það er gert inn í atvinnuskyni, ef einhverjur að kaupa íbúður til að fara síðan að lifa því að leigja þér út allt árið í skammtímalegu, þá verður það að vera skilgreindum aðalgötum sem að eins og komum réttilega fram hérna áðan eru tiltölulega mjög fáar í borginni miðað við allar göturnar. En sem sagt, þetta alltaf að verða stærri og stærri þáttur í starfi umhverfisskipulagsráðs sem ekki óeðlilegt. Það rétt sem að kom fram áðan líka að það orðið verulega áberandi og satt að segja talsvert áhyggjuefni þessi gríðarlegi fjöldi bílaleigubíla sem að keyra hér göturnar, taka upp öll bílastæðin meira og minna. Hér í norðanverðu Skólavörðuholtinu allavega og kannski sunnanverðu líka. Þetta verður að valda pirringi, réttilega og skiljanlega. Og ég held að þetta sem sagt ýti undir það að gjaldfrjáls bílastæði á þessu svæði eru að verða algjör tímaskekkja. Ég heyrði daginn á horninu á Bergstaðastræti og Baldursgötu held ég að verið og það voru að koma þar að ferðamenn á bílaleigubíl, jeppling. Og þar sagði gestgjafinn, því þau voru myndast við að leggja bílnum og þá sagði gestgjafinn, íslensku gestgjafi sem tók á móti þeim, þið þurfið ekki að hafa neinar áhyggjur, hér gjaldfrjálst út allt sko. Og ég fyrir þetta rauninni, og þau voru óbærslega undrandi við því, já, við getum bara lagt hér út allt og við ekki borga neitt fyrir það. Þetta er tímaskekkja og líka það að það sem sagt þannig að mér sagt að tryggingafélögin krefjist þess að bílaleigubílarnir séu allir á nagladekkjum. Við fengum magnaða og nánast óhuggulega kynningu frá Umhverfisstofnun í umhverfisskipulagsráði daginn. Þar sem að kemur í það sem að búið að sýna þá sanna að bílar á nagladekkjum þeir slíta 60 til 100 sinnum meira malbiki heldur en bílar á venjulegum dekkjum. Ég held að þetta væri kannski 2-3 sinnum, en þetta 60 til 100 sinnum meira. Og náttúrulega verður ennþá meira eftir því sem að dekkin eru stærri og bílarnir þyngri. Og nota bene, það hefur komið fram, fyrstulega eru bílaleigubílarnir keyptir á sérstökum afsláttum, það eru felld niður ákveðin gjöld. Og þar að þau ekki fá þeir gjaldfrjáls bílastæði í borginni og í þriðja lagi að þá kostnaðurinn af slítinu sem verulegt, sem vald á götum borgarinnar, hann lagður og herðar allra borgarbúa. Þetta var kannski, það gerði sem ekki grein fyrir 5 árum að þetta gæti verið vandamál, en þetta orðið vandamál. Og þetta líka svona dæmi að því vorum að tala umferðarlíkan áðan, ég held að enginn hefði að séð það fyrir sér, þetta yrði svona gigantískt og gríðarlegt magn af bílu sem að keyra hér götur, það erfitt að reikna það út fyrirfram. En sem sagt, ég vildi bara tæpa þessu af því að þetta kemur talsvert mikið orðið og alltaf meira og meira við starf umhverfis- og skipulagsráðs. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Elsa Jómann. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér þetta skemmtilega málefni ferðamálin hér í borginni og það svo sem búið að fara svona almennt yfir. Borgarstjóri gerði það bara mjög vel, fór bara svona almennt þetta. Þannig ég ætla að hnitmiða mig við svokölluðu aðgerðaáætlun sem snýr að ferðamálastefnunni. En mér langaði svona bara gamni að svona til gamans að
segja ykkur frá, það var svolítið skemmtileg bíaríkjar sem að hann Ómar Þór Óskarsson skrifaði í sagnfræði árið 2014 og þessi ritgerð heitir Frumkvöðlar í ferðaþjónustu á Íslandi 1872 til 1936. Og mér langar bara pínu svona aðeins til að hressa upp á stemminguna og mér leyfi forseta að fá að lesa upp úr, það er bara ágrip að þessari ritgerð, en hún fjallar upphaf ferðaþjónustu á Íslandi frá og 1850 þegar að erlendi ferðamenn fóru að koma til landsins í meira mæli en áður og henni lýkur þegar að ferðaskrifstofa ríkisins er stofnað árið 1936. Á tímabili 1872 til 1914 fóru íslenskir einstaklingar að leggja það fyrir sig að veita ferðamönnum þjónustu fyrir þóknun og gerðu tilraunir til að beina útlendingum og þá sérstaklega Bretum til landsins og fjallar þessi ritgerð sérstaklega það tímabil. Árið 1872 hefur sérstaka merkingu því að þá gerði Geir Zoëga samning við ferðaskrifstofu Thomas Cook sem var einn stærsta ferðaskrifstofa heimsins á 19. öldinni að taka myndi á móti ferðamönnum á þeirra vegum og má færa rök fyrir því að þar með hafi hann stofnað fyrstu ferðaskrifstofu Íslands. Fyrir stofnun ferðaskrifstofu ríkisins árið 1936 var ferðaþjónustan á Íslandi að mestu leyti í höndum einstaklinga, þá sérstaklega fjársterkra manna, að sjálfsögðu manna. Má nefna menn eins og þá Þorlák Ó. Jóhansen, Sigfús Eymundsson, Geir Zoëga og fjölskyldumeðlimi hans sem helstu hvatamenn og upphafi skipulagðrar ferðaþjónustu á Íslandi. Sú saga er mikið tengd þróun samganga á Íslandi eins og til dæmis upphafs áætlunarferða erlenda skipafélaga og ferðaskrifstofna til Íslands. Bretar eiga hvað stærstan þátt erlenda þjóða í þessu sambandi, bæði sem eigendur þessara fyrirtækja sem tóku að sér ferðaflutningar og einnig sem stór hluti ferðamanna á Íslandi sjálfir. Einnig kemst höfundur að þessari niðurstöðu sú þjóðfélagsþróun sem átti sér stað á seinni hluta 19. aldar og í byrjun 20. aldar á Íslandi og sérstaklega í Reykjavík hafi stutt stoði ferðaþjónustu geirans því með aukinni þéttbýlismyndun jókst þörf á ýmiss konar þjónustu og þar á meðal á sviði ferðaþjónustunnar. Og í þessari ritgerð líka bara farið í byggingu gistihús og hótela sem fóru að rísa á síðustu áratugum 19. aldar og stofnun ferðaskrifstofna í landinu. Þannig að mér langaði bara aðeins og tilvitnunin lýkur hér með að viðra þetta við ykkur. Þetta er Frumkvöðlar í ferðaþjónustu á Íslandi 1872 til 1936. Einstaklega skemmtilegur lestur. En eins og ég segi, borgarstjóri fór svona breytt yfir ferðamálin og mér langaði bara að fara yfir aðgerðaráætlun sem snýr að ferðamálastefnunni. En það var árið 2011 sem að borgin setur sér metnaðarfulla ferðamálastefnu og sem á að gilda út árið 2020. Við fengum ósk þess efnis að endurskoða þessa stefnu sem við vildum, sem við synjuðum, bara aðalega á þeim forsendum að stefnan sjálf stendur sem slík og en henni fylgir aðgerðaáætlun sem á að sjálfsögðu að vera í stöðugri endurskoðun. En hún er góð, þessi stefna, og taka megináherslu hennar á þeirri spurningu hvernig borg viljum við vera, óháð tölfræðilegum staðreyndum. Og þeirri spurningu er svarað í þessari stefnu. Það er lagt upp með ákveðna framtíðarsýn og með leyfi forseta langar mig til að lesa þá sýn upp sem kemur beint upp úr ferðamálastefnunni sjálfri. En það er að Reykjavík verði eftirsóttur áfangastaður ferðamanna allt árið kring og með því verði rennt styrkari stoðum undir fjölbreytt og atvinnulíf
og menningarstarf í borginni og markviss uppbygging innviða ferðamanna borgarinnar og samkvæmt kynningarstarfi leiðir til þess að Reykjavík eflist til muna sem vettvangur ráðstefnu og alþjóðlega viðburða og heilsuferðaþjónustan verði jafnframt ein af meginstoðum þar sem sérstæða Reykjavíkur felst í nýtingu hreinna orku, heits vatns og í fyrsta flokks aðstöðu. Reykjavík verði þekkt og virt sem áhugaverð menningarborg í nábýli við einstæða náttúru og áfangastöðin Reykjavík einkennist af sjálfbærri þróun og samfélagslegri ábyrgð þar sem menningarleg, félagsleg og náttúruleg þolmörk verði ávallt höfð að leiðarljósi. Og þá komum við að ákveðnum 4 stoðum þar sem við byggjum þessa sýn á og sem grunnurinn að þessari langtíma aðgerðaráætlun, en þá erum við með þær stoðir sem snúa að menningarborginni, ráðstefnuborginni, heilsuborginni og vetrarborginni. Uppskiptingin svo þannig að við setjum okkur ákveðna forgangsaðgerðir og þær ganga þvert á þessar 4 stoðir sem ég nefndi og skiptast upp í forgangsaðgerðir sem taka á ábyrgð, innviðum, vöruþróun og kynningarmálum. En við höfum sem sagt lagt mikla vinnu í að endurskoða þessar aðgerðaáætlun að stefnunni og haft víðtæk samráð við hagaðila úr öllum áttum. En þessi lokadrög held ég að verði vonandi afgreidd á næsta fundi menningar- og ferðamálaráðs. Þetta segir það algjörlega bara heiðarlega hér, þetta hefur tekið aðeins lengri tíma heldur en við ætluðum okkur og þaðan fer hún til kynningar inn í borgarráð. Og sennilega kannski myndum við fara og kynna þetta víða í borginni, þá kannski sérstaklega fyrir umhverfis- og skipulagsráð, þar sem að margar af þessum aðgerðum tengja skipulagsmálum. Þannig þetta bara í eðli sínu. En þessi aðgerðaáætlun, hún inniheldur fullt af aðgerðum og ég ætla ekki að fara í gegnum þær hverja og eina og ekkert ítarlega ofan í þær. En mér langar bara kannski frekar að einbeita mér að þessum forgangsaðgerðum og þeim helstu nýmælum í áherslu okkar. Þar ber helst að nefna að við höfum bætt við 4. grunnforsendunni fyrir þróun og velgengni Reykjavíkur sem ferðamannaborg og það ábyrgð. Það kannski svona eins og það sem borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fór pínu inni og þó hún var til kannski meira líka verið að tala upplýsingagjöf, þá má líka alveg adressa þetta ef við mætti sletta. En þetta bara gert til þess að endurspegla þær breyttu forsendur og áskoranir sem fylgja þessum mikla vexti sem við erum bara öll að upplifa í þessari grein. Og nú aðgerðirnar sem að fjalla undir ábyrgð lúta allar að því að reyna að tryggja sjálfbærni og ábyrga þróun, jafnvægi í þolmörkunum, hvort sem litið til félagslegra, menningarlegra eða náttúrulegra þolmarka. En þessi þættir eru algjör lykill að farsælli framtíð áfangastaðarins. Og þá langar mig kannski sérstaklega að nefna aðgerðir eins og þolmörk undir stoðum ábyrgð og þá það bara þá erum við náttúrulega að framkvæma fullt af könnunum, viðhorf íbúa til ferðamanna og öfugt. Og þá þetta endalausa umræðu þessa tekjuskiptingu, hvernig tekjuskiptingin kæmi til með að þróast. Og umferðarmálin, það náttúrulega bara mjög háværar raddir hvað þau varðar. Heimagistinguna, regluverkið, borgarstjóri fór nú ágætlega yfir það hér áðan. Og eftirlit með ólöglegri gistingu, töluleg og skýr markmið þróun og gæði og ábyrgð
ferðaþjónustunnar, sjálfbærni og siðferði og mikilvægi sem sagt bara upplýsingagjöfin eins og Áslaug Friðriksdóttir kom inn á áðan, að það skiptir máli, ferðamaðurinn skiptir máli, kannski að upplýsa borgarbúa mikilvægi ferðaþjónustunnar og svo kannski að sú sem snýr að móta nýjar samþykktir fyrir höfuðborgarstofu, við höfum ekki klárað það verkefni og hún náttúrulega speglar breytt hlutverk. Og það eru náttúrulega aðrar forgangsaðgerðir sem lúta innviðunum, vöruþróun og kynningamálunum og þar að finna fjölmargt sem undirstrikar mikilvægi samstarfs á svæðinu, heildræna sýn á þróun þess til lengri tíma og auki samstarf og samstillingu innan borgarkerfisins. Það er eitthvað sem okkur hefur skort að mínu mati sem kemur að þessum tengdum, sem tengjast ferðaþjónustunni. Þannig að þetta er svona kannski svona stóru forgangsaðgerðirnar. En til viðbótar við þessar forgangsaðgerðir sem ganga í raun þvert á allar þessar stoðir 4, erum við með tillögur sem lúta sérstaklega menningarborginni, ráðstefnuborginni, heilsuborginni og vetrarborginni. Það eru svona í dítilur miklu svona, hvað segir maður, svona sérhæfðari. En eins og ég sagði áðan, þetta er bara ákveðin aðgerð sem er bara lifandi skjal og á alltaf að vera í stöðugri endurskoðun, eins og við endurskoðum aðgerðaáætlun að menningarstefnunni, tengslu við starfs- og fjárhagsáætlun ár hvert. Þetta var aðalega bara svona helsta sem ég langaði að fara í gegnum, en eins og ég segi, þá liggja drög fyrir að þessari aðgerðaáætlun og sýnist að við ættum að geta samþykkt þetta á næsta ráðsfundi. Það eru bara í ýmis horn að líta að svona stórum málum og við erum allavega að reyna að vera með stefnu og aðgerðir tvítengdu. Í lokin segi ég bara takk fyrir góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Þá er Elsa Jómann borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Mér langaði að blanda mér í þessa umræðu ferðamannaborgina Reykjavík og kannski aðeins að taka svona útvíkkaða nálgun á það og horfa á stóru myndina ferðaþjónustuna á Íslandi og ekki síst gjaldtöku hliðina og þann hlut sem að sveitarfélögin, þar með talin borgin, er að bera úr bítum af tekjum af ferðaþjónustunni. Nú öll þekkjum við þessa miklu fjölgun sem hefur orðið á erlendum ferðamönnum til landsins á síðustu árum og áratugum. Þetta er í raun og veru stjarnfræðileg aukning í samhengi við atvinnu starfsemin í landinu. Heildarfjöldi ferðamanna á síðasta ári rétt innan við 1,8 milljónir manna og jókst tæp 40% frá fyrra ári. Og við sjáum það ef við horfum aftur í tíman að fjölgunin á hverju ári er yfir 15% á hverju ári. Vex 15,8% 2011 og síðan hækkar þetta hlutfall upp í 20% fjölgun 2013, 29% 2015 og svo framvegis. Það er sláandi að heildarfjöldi erlendra ferðamanna hefur meir en tífaldast á aldarfjórðungi. 1994 komu hingað 179.000 ferðamenn til landsins, aldamóta árið skreið fjöldin í fyrsta sinni yfir 300.000 og þótti mikið afrek og nú er ljóst að við erum að fara yfir 2 milljóna markið á þessu ári. Umræða gjaldtöku af ferðamönnum hefur staðið árum saman. Hún var mjög áberandi strax eftir hrun þegar við sáum fram á að þarna væri helsti vonarpeningur íslensks atvinnulífs meðan við værum að reisa okkur við eftir þetta mikla rothögg sem við fengum með hruni bankakerfisins. Og 2011 voru samþykkt lög gistináttaskatt annars vegar og framkvæmdasjóð ferðamannastaða hins vegar. Gistináttaskatturinn var þá ákveðin 100 krónur á nótt sem er þetta mjög lág fjárhæð og athyglisvert að hún hefur ekkert hækkað síðan. Þó reynda séu áform hækkun á
á skattinum í fjárlagafrumvarpi þessa árs sem kæmi þá til framkvæmda í haust. Það hafa verið, eins og við munum, mikla deilur fyrirkomulag gjaldtökunnar. Á að vera með komugjöld, á að hækka gistináttaskattinn, á að vera með náttúrupassa, á að taka gjöld af einstökum ferðamannastöðum og engin sátt náðst útfærslu gjaldtökunnar. Í ágætri skýrslu starfshóps Sambands íslenskra sveitarfélaga, þar sem að borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal átti sæti og fjallar auknar tekjur sveitarfélaga ferðamönnum, kemur fram að of mikið hafi verið gert úr því að slík gjaldtaka sé líkleg til þess að fæla ferðamenn frá því að koma til landsins, og ég vil taka heils hugar undir þessa ályktun starfshópsins. Ég held að sé alls ekki raunhæfar áhyggjur af því að til dæmis í umræðu hærri gistináttaskatt sem að renni að mestu eða öllu leyti til sveitarfélagana, þá værum við að fæla stóran hluta af ferðamönnum frá landinu. Við værum einfaldlega að fara á sambærilegan eða svipaðan stað og löndin alls staðar í kringum okkur meira og minna. Og þetta eru lágar tölur. Starfshópurinn veltir því upp að ef að gjaldtakan, gistináttaskatturinn, yrði hækkaður upp í það sem samsvarar 5 evrum, þá erum við að tala 600 krónur á núverandi gengi, og það er ekki óeðlilegt miðað við það sem við sjáum til dæmis annars staðar í álfunni. Þessi gjaldtöku aðferð er notuð víðast hvar í kringum okkur, og þá er algengast að tekjurnar renni beint til sveitarfélaga eða héraða, þó að reyndar séu dæmi það að tekjurnar renni að einhverju leyti eða jafnvel öllu leyti inn í greinina sjálfa, ferðaþjónustuna. Hér á landi til upprifjunar er fyrirkomulagið þannig að innheimtar tekjur af gistináttaskatti renna að 60% til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða sem úthlutar síðan styrkjum til uppbyggingar og endurbóta á einstökum ferðamannastöðum, en 40% fara í þjóðgarða og umhverfisstofnun vegna friðlýstra svæða sem að stofnun hefur umsjón með. Sveitarfélögin hafa enga beinar tekjur af skattinum, en þau geta eins og aðrir sótt styrki úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða gegn 20% mótframlagi. Mín skoðun er sú að Alþingi ætti að drífa í því að hækka gistináttagjaldið til dæmis í 600 krónur á hverja nótt og breyta lögum í þá veru að allar tekjur af því myndu renna til sveitarfélagana. Því eins og til dæmis eins og starfshópurinn leggur til, þá mætti útfæra þetta með þeim hætti að 2/3 af tekjunum rynnu til sveitarfélagsins þar sem ferðamaðurinn gistir, en afgangurinn færi þá í framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem að myndi þá úthluta styrkjum meðal annars til sveitarfélagana. Hækkun skattsins úr 100 krónum í 600 myndi auka tekjur af skattinum í 2 milljarða á ári, og það myndi muna verulega það. Og það setur í samhengi það er tiltölulega lágu fjárhæðir sem hafa verið settar í framkvæmdasjóð ferðamannastaða á undanförnum árum. Það hefur hæst farið í milljarð á árinu 2015 með sérstaklega auka úthlutun, en á undanförnum 2 árum hefur fjárhæðin sem að sjóðurinn hefur haft úr að spila verið í kringum 600 milljónir. Þetta eru allt og litlar fjárhæðir miðað við þær gríðarlegu upphæðir sem eru að renna í ríkiskassan af ferðaþjónustuna á hverju ári, en þó aðallega í samhengi við þörfina. Samtök aðila í ferðaþjónustu áætla að það þyrfti að verja 8 milljörðum á næstu 4 árum til þess að mæta þörfinni fyrir uppbyggingu á ferðamannastöðum, svona það bil 2 milljarða á ári, þannig að þetta er rúmlega 3-föld sú upphæð sem er varið í styrki og framkvæmdasjóðnum til dæmis á þessu ári. Þessi sömu samtök aðila í ferðaþjónustu áætluðu fyrir að beina tekjur ríkissjóðs af ferðaþjónustunni væru rétt innan við 80 milljarðar á síðasta ári. Við sjáum því að ef 8 milljarðar færu, eða 2 milljarðar á ári færu í uppbyggingu, þá væri það ekki nema 7% af tekjum ríkisins af ferðaþjónustunni. Gallinn við gistináttagjaldið, svo því sé haldið til haga, er að það eru líklega bara 60% ferðamanna sem að greiða hann, og þar kemur til umfangsmikið svart hagkerfi. Það er mjög mikið af gistinóttum sem að sigla framhjá skattheimtunni í samfélaginu, og svo kemur til deilihagkerfið og ýmislegt fleira. Og menn hafa því eðlilega horft til þess að það séu aðrir kostir mögulega vænlegri, bæði til þess að skattlagningin sé réttlátari og dreifist á alla.
og skili meiri tekjum. Komugjöldin verið nefnd í því samhengi sem að bæði Bretar og Þjóðverjar hafa innheimt um árabil og Norðmenn hafa nýlega ákveðið að taka upp. En það hefur strandað á því að menn hafa ekki komist fram hjá áliti eftirlitsstofnunar EFTA að komugjöld eru þá að leggjast á innanlandsflugið sömuleiðis, sem að menn hafa metið sem svo að þoli ekki meiri gjaldtöku. Þó það athyglisvert og kemur fram í skýrslu starfshópsins sem ég vitnaði til áðan hjá Sambandi sveitarfélaga að til dæmis með við frumvarp sem var lagt fram á þinginu á liðnum árum, fyrir nokkrum árum, þá var áætlað að hlutur innanlandsflugsins í þeirri gjaldtöku yrði ekki nema 13 milljónir króna. Og það er nú ekki fjárhæð sem að ætti að standa í vegi fyrir því að við kláruðum þessa vinnu og þessa umræðu. En samandregið, stjórnvöld og þá ríkið hefur sofið illilega á verðinum við að byggja upp innviði ferðaþjónustunnar á undanförnum árum þrátt fyrir gríðarlega fjölgun ferðamanna og í ofanálag hafa stjórnvöld trassað að taka ákvörðun form gjaldtökunnar. Það er nauðsynlegt að opna þessa umræðu og halda áfram þrýstingi sveitarfélaga að fá sanngjarnan hlut í tekjum af ferðamönnum og við þurfum sömuleiðis að opna umræðu og hefja samstarf við aðila í ferðaþjónustunni um þetta mynstur sem að valda auknum vandræðum núna, sem þetta gríðarlega háa verðlag á þjónustu þáttum í ferðaþjónustunni á Íslandi. Það er auðvitað mjög slæmt ef að Ísland fær það orð á sig að hér sé óeðlileg verðlagning, jafnvel okurverð á nauðsynlegum þáttum þjónustunnar og við viljum ekki að sú ímynd festist við íslenska ferðaþjónustu að hér ráði för einhvers konar rányrkja eða frumskógarlögmál varðandi verðlagningu í ferðaþjónustu. Það mun grafa undan sjálfbærni greinarinnar til framtíðar. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, þakka fyrir. Nú aðeins er þetta sko. Það kan bara byrja sko. Það er bara mjög gott. Takk. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mig langar aðeins að leggja hér orð í belg í þessari mikilvægu umræðu ferðamálin og þakka fyrir það sem að hefur komið hér fram nú þegar. Þetta eru uppbyggilegar og ágætar umræður og ég held að við séum nú svona flest svona á svipari blaðsíðu þessi mál. Það eru nokkur augljós viðfangsefni sem þarf að glíma við og svo eru önnur sem að og lausnirnar á þeim kannski einhverju marki augljósar eins og varðandi dreifingu á gististöðum hér innan borgarinnar og annað slíkt. En síðan eru viðfangsefni sem að eru kannski aðeins snúnari og aðeins deilt hvernig eigi að framkvæma og það er kannski eitt aðal viðfangsefnið okkar í þessari gríðarlegu aukningu ferðamanna hingað til landsins. Það er hvernig eigum að dreifa ferðamönnunum landið og ég sakna þess nú að fulltrúar Framsóknar og flugvallavinna sé ekki hér í salnum því að það er einmitt að margra mati lykillinn að dreifingu og betri dreifingu ferðamanna, það er flug. Því að það er svo að flug, innanlandsflug er sáralítill þáttur í flutningum á ferðamönnum hér á landi og hinn geðþekki sjónvarpsmaður og pislahöfundur á Eyjunni, Egill Helgason, hann skrifaði nú pistil, það var nú reyndar í fyrra 2015, þar sem að hann var að velta fyrir sér þessu með millilandaflugi til Akureyrar og Egilsstaða og innanlandsflugi sem erlendi ferðamenn nota varla, eins og hann orðaði það og
Það er auðvitað þannig að það er búið að gera ýmsar tilraunir með að fá aðila til þess að fljúga beint á staði eins og sérstaklega Egilsstaði og Akureyri. Þetta hefur ekki tekist sérstaklega vel og sem dæmi má nefna það að í fyrra var áætlað beint flug milli Lundúna, ef ég man rétt, og Egilsstaða, en það náðist ekki að bóka nema í lítinn hluta áætlaðra ferða. Nú Egill segir í þessum pistli sínum á eyjunni frá 2015 að þar veltir hann upp hvort að sé einhver möguleiki að fá einhver erlend flugfélög til þess að fljúga beint á þessu staði, hvort að EasyJet eða Norwegian myndu vera hugsanlega spennt fyrir því. Það er auðvitað ólíklegt, fyrir því eru ýmsar ástæður, meðal annars tæknilegar, varðandi þjálfun áhafna og annað slíkt, sérstaklega hvað varðar Akureyri. En hann segir líka hér Egill, ég ætla að fá með leyfi forseta að vitna beint í hann, þá er spurning hvort önnur leið gæti náttúrulega verið betri tenging milli innanlandsflugs og millilandaflugs. Fluglest sem tekur 15 mínútur frá Keflavík til Reykjavíkur myndi skapa slíka tengingu eða hugsanlega að einhver hluti innanlandsflugs yrði færður til Keflavíkur. Og svo heldur Egill áfram. Eins og virðist innanlandsflugið vera einna síðasti kosturinn sem erlendi ferðamenn velja. Það er skrítin staða. Þar sem ég þekki til í hinu mikla ferðamannalandi Grikklandi koma farþegar í stórum stíl á flugvöllinni Aþenu og dreifast þaðan út á land og eyjar. Já, þetta er nú merkilegt, nokkuð augljóst og svona er staðan í flestum löndum. Það er að segja að þú getur flogið beint til stærri borgana og þaðan tekið tengiflug til annarra staða landið. Og það er auðvitað alveg ljóst að til dæmis beint flug frá Keflavík til Akureyrar eða Egilsstaðar eða Hafnar í Hornafirði myndi létta mjög á samgöngukerfi landsins og myndi auðvelda dreifingu ferðamanna mjög mikið, myndi leiða til þess að það væri hægt að fara í mun viðameiri uppbyggingu á þessum stöðum og staðreyndin er svo að það er mikið pláss á Íslandi en það er svolítið flókið þegar allar 2,5 milljón ferðamanna ætla að safnast á einn lítinn blett. Við getum jafnvel skoðað möguleikann bara að geyma Vestfirði alveg fyrir svona ævintýragjarnari ferðamenn sem vilja leggja meira á sig til þess að komast á áfangastaðinn og leggja höfuðáherslu á þessa 3 staði. Hér rétt hjá Höfn í Hornafirði er Jökulsárlón, í kringum Egilsstaði eru gríðarlega merkileg náttúrufyrirbæri og spennandi staðir og sama á við Akureyri sem að opnar dyr að gríðarlega spennandi svæðum. Þannig er það nú að þetta hefur þegar verið reynt og Flugfélag Íslands hóf þann 24. febrúar beint flug frá milli Keflavíkur og Akureyrar og þetta er þannig að hann segir hinn ágæti framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, Árni Gunnarsson, hann segir í viðtali við vefinn gestur.is með leyfi forseta: við kynntum þessa hugmynd síðasta haust og viðbrögð viðskiptavina okkar og Norðlendinga sýndu svo sannarlega áhuginn er mikill. Þetta auðveldar að sjálfsögðu dreifingu ferðamanna sem koma til landsins og að sama skapi auðveldar allt ferðalag fyrir þá sem að koma úr eða fara í millilandaflug, segir Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands. Tilvitnun lýkur. Þarna er verið að fljúga 6 sinnum í viku milli Akureyrar og Keflavíkur og samkvæmt mínum upplýsingum þá er meira og minna uppselt í öll þessi flug. Þetta er einkennilegt reyndar, þetta er 6 sinnum fram í maí og svo er þetta bara 2 í sumar. Veit ekki hvernig stendur á því ég myndi telja að eftirspurnin væri ennþá meiri á sumrin, en það eru kannski einhverja meiri svona pólitískar ástæður sem spila þarna inn í. Punkturinn er þessi og þetta er álit margra. Eina leiðin til þess að dreifa ferðamönnum betur landið er að breyta fyrirkomulagi á innanlandsflugi. Tengja það við millilandaflug með beinum hætti.
Það er hægt að gera það strax í Keflavík og halda svo áfram með innanlandsflugi fyrir Íslendinga hér á Reykjavíkurflugvelli meðan hann er hér ennþá. En spurningin er hvort ekki skynsamlegra áður en farið í tugmilljarða auknar framkvæmdir á Leifsstöð að huga aðeins betur að því hvort að rétt sé að færa þetta innanlandsflug að öllu leyti til Keflavíkur eða hreinlega fara í uppbyggingu á alþjóðaflugvelli sem jafnframt myndi sinna innanlandsflugi í Hvassahrauni. Allir eru sammála, alls staðar í heiminum er flug sú leið sem að notuð er til þess að flytja ferðamenn á milli staða. Ísland þarf ekki að vera nein undantekning á þessu þó að það sé þannig í dag. Og ég held að við ættum að leggja okkar lóð á vogarskálarnar til að þetta megi verða. Þetta er öllum til hagsbóta á landinu. Myndu þetta auk þess gera það verkum að flug fyrir Íslendinga sem er að ferðast hér innanlands einungis myndi náttúrulega verða mun hagkvæmara en það er í dag þar sem að nýtingin er betri. Það eru einföld markaðs hagfræði sem liggja þar að baki og það eru ekki frekari útskýringa á hér. Annað sem að mér langar aðeins að nefna hérna er vegna þess að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir var nefna það í sínu máli að það væri svona vaxandi, hún talaði reyndar eins og það væru eiginlega allir íbúar miðbæjarins mjög ósáttir við ferðamannastrauminn. Kannanir reyndar benda ekki til þess en þó er það svo að til dæmis á milli áranna 2013 og 2016 að þá fer ánægja með eða svona hvað ég var að segja við getum sagt að það sé svona viðhorf til ferðamanna jákvæðnin fari úr svona rúmum 90% niður í 75%. Og það er á þessum tíma sem að þessi gríðarlega fjölgun verður. Engar síður er það þannig að 2016 eru 75% íbúa jákvæðir í garð ferðamanna, jákvæðir í garð þessu aukna ferðamannastraums og það á líka við íbúa í 101 Reykjavík. Það er enda merkilegt að það er helst í Garðabæ og Seltjarnarnesi sem að er ekki mikil stemming fyrir ferðamönnum. En það er auðvitað þannig að þau bæjarfélög skera sig úr margt hér á landi og ég har ekki frekari skýringar á því, það verður auðvitað gaman að fá þær en athyglisvert í sjálfu sér en við erum ennþá tiltölulega jákvæð gagnvart þessum mikla ferðamannastraum en einhvers staðar er líklegt að sé svona broddpunktur og ég held að við verðum að drífa í því að reyna að dreifa ferðamönnum betur á landið áður en að við förum yfir þennan broddpunkt og við drukknum hér á þessum litla bletti. Lausnin er augljós og í hana er hægt að fara en til þess þarf einungis vilja. Takk fyrir. Sigurður Björn Blöndal lóki máli sínu og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Hérna hafa komið fjölmargir borgarfulltrúar og tekið mismunandi vinkla á umræðum ferðamannaborgina Reykjavík og ég held að það sé búið að tæpa á mjög mörgu þar. Þar sem að mér hefur fundist kannski vera okkar helsta áskorun núna síðastliðin misseri er raunverulega hvernig við sameinum Reykjavíkurborg sem ferðamannastað og sem áhugaverðan og góðan stað til þess að búa. Og þá förum við inn í þá punkta sem að borgarfulltrúi Elsa Björk Jómann tók umræðu varðandi þolmörk ferðamennskunnar. Og það er nú þannig, það eru til nokkra skilgreiningar á því hvernig þolmörk ferðamennskunnar eru skilgreind og
Ein skilgreining frá 1990 með leyfi forseta er sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fyrir að gæta, hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna. Og það er nú kannski það sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal kom hérna inn á líka áðan, að það er svona, við erum að sjá ákveðin merki sem sagt, að viðhorf heimamanna sé á einhverju leyti að breytast. En við eigum kannski erfiðara með að mæla upplifun ferðamannanna sjálfra, því að minnsta kosti er staðan svo að það er alltaf aukning á ferðamönnum sem að koma til Reykjavíkur. Og það er önnur og nýrri skilgreining á þolmörkum ferðamennskunnar sem ég ætla að leyfa mig líka að lesa upp með leyfi forseta, sem eru þannig, tilvitnun hefst: þolmörk ferðamennskunnar er skilgreind til þess að hámarksfjöldi ferðamanna sem getur ferðast svæði án þess að leiða af sér óásættanlega hnignun á náttúru eða manngæðu umhverfi, hafa neikvæð áhrif á samfélagið eða upplifun ferðamanna skerðist. Þessi skilgreining frá 2003, Anna Dóra Sæþórsdóttir, tilvitnun lýkur. En í þessari skilgreiningu þá er svona verið að bæta við þessu manngerða umhverfi sem felst meðal annars í ýmiss konar ferðamanna aðstöðu, salernisaðstöðu, göngustígum, leiðbeiningum, skiltum og fleiri svona sem að þarfnast viðhalds og lagfæringar. Ég setti inn á í gær inn á Facebook hjá mér sagði að við ætlum að ræða þennan þátt hérna í borgarstjórn í dag, og það voru nokkrir sem að settu inn svona athugasemdir sem að kannski koma bara vítt og breytt að, og það er svona, maður lesi gegnum allavega það er svona athugasemdir og skilaboð sem er bárust, að þá virðist vera svona fólk, þeir sem að kommentur eitthvað höfðu áhyggjur af því að Reykjavík væri að tapa einhver leyti sjarmanum sínum, þannig að hvort að ferðamenn séu raunverulega að koma hingað bara til þess að skoða aðra ferðamenn, af því að það er orðið svo mikið af ferðamönnum í höfuðborginni. Það er sérst bæði náttúrulega gott og slæmt. Nú síðan er náttúrulega spurningum samgöngur sem að fólk var að velta fyrir sér og hvernig við náum að halda í gömlu myndina Reykjavík sem að fólk er jú að koma að sækja sér. Og þetta er ákveðin áskorun sem að ég held að við borgarfulltrúar þurfum að taka til okkar, og þetta er vandmeðfarið, því að auðvitað getum við séð mjög mikið að jákvæða hluti sem hafa gerst. Alls konar menningartengd ferðamennska hefur aukist, það hefur aukist alls konar tækifæri til þess að fara út að borða, listasöfnin eru betur nýtt og okkar innviðir eru miklu betur nýttir, en erum við komin að einhvers konar, hvað á ég að segja, einhverjum brotapunkti sem að reyndar borgarfulltrúi Björn Blöndal nefndi. Það er að segja að það er svona talað ákveðið Butler-líkan sem er svona líftímakúrfa ferðamannastaða. Fyrst það þannig að staðurinn er uppgötvaður, svo kemur þáttakan inn og síðan á sér stað þróun og styrking ferðamannastaðarins. Síðan hættan að því að og gerist samkvæmt þessu líkani að við förum í stöðnun, og út frá stöðnunarpunktinum að þá kemur annarkvort alltaf hnignun eða það verður endurvakning. Og það sem að við borgarfulltrúar og við sem erum að taka ákvarðanir framtíðar uppbyggingu borgarinnar hljótum að spyrja okkur hvar erum við stödd í þessari kúrfu. Erum við enn á styrkingarfasanum? Erum við kannski bara ekki komin á styrkingarfasanum? Erum við ennþá í þróunarfasanum? En ég held að það sé margt sem er mjög vel gert og meðal annars sést það í þeim áætlunum sem við erum að vinna eftir,
áætlunni og menningaráætlunni og öðru slíku sem tengist þarna að. En það samt sem áður ákveðni þættir sem eru okkur erfir eins og samgöngumálin og innviðir eins og salernisaðstaða og þjónusta við ferðamenn. Ég held að við séum komin, það ekki aðeins fáir ævintýragerðir ferðamenn sem heimsækja Reykjavík lengur. Við höfum löngu tekið eftir því að heimsóknum ferðamanna fjölgar og eins og ég fór yfir þjónustuframboðið við þá og þar af leiðandi þá íbúana hefur aukist. Við erum líka að sjá stækkun á þjónustukjarnanum í miðbænum, hvernig hann að teygja sig upp Laugaveginn og upp á jafnvel Ármúla, Síðumúla og vestur eftir út á Granda og styrkja borgina. Þessi stöðuga fjölgun ferðamanna hefur gert Reykjavík að viðurkenndum ferðamannastað. Ég held að við getum ekkert litið fram hjá því og staðurinn fær mikla athygli og auglýsingu á meðal almennings. Þetta sést meðal annars í frétt sem að birtist núna í haustmánuðum 2016 hjá, ég man ekki hvort það var Forbes, sem að Reykjavík orðin 29. dýrasta ferðamannaborgin til þess að ferðast til rétt á eftir Milano og Washington. Það bæði gott og slæmt fyrir okkur. Það þannig að það eru mörgum íbúum borgarinnar sem finnst þeir ekki lengur hafa efni á að sækja sér þjónustu eða afþreyingu í miðborginni. Og ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við erum að huga að uppbyggingu ferðamennskunnar í Reykjavík að við tökum svona áhættumat á því þannig að Reykjavíkurborg verði ekki bara borg ferðamannanna, heldur verði hún líka áhugaverð borg til þess að búa í, þar sem viðráðanlegt verð. En það nú kannski bæði náttúrulega húsnæðisverð sem hefur rokið upp og svo auðvitað verð á alls konar þjónustu, sérstaklega þá í mat og drykk sem hefur fylgt með. Ég held að það sé ljóst að við séum ekki að sjá fram á mjög hæpið, það var enga tölu sem benda til þess að það sé fækkun á ferðamönnum núna, allavega ekki að þessu kjörtímabili hjá okkur. En áskorunar eru aftur á móti klárlega til staðar, eins og ég segi, í því að við séum ekki að ofnýta innviði ferðaþjónustan og vinsældi staðarins að þær minnki með einhverjum hætti. Og það mjög mikilvægt að Reykjavíkurborg haldi í sín sérkenni. Og það kannski einn heldur punktur sem við erum að horfa á. Ég held að þau eru mjög hrifin af uppbyggingun á Laugavegi og Hverfisgötu þar sem að þau hótelrými sem þar hafa verið byggð hafa verið látin halda í götumyndina og halda í gamla byggingastílinn. En ég leyfi mér aftur að setja spurningamerki við stóra hóteluppbyggingar sem eru í glerhöllum einhvern veginn inn á milli í miðborgin okkar. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengri, ég vildi bara svona leggja áherslu á þessi þolmörk og hvernig við gætum fundið jafnvægi og vekja okkur borgarfulltrúa til umhugsunar það að það kannski okkar helsta áskorun að Reykjavíkurborg haldi sínu sérkennum og verði ekki þannig að ferðamennir séu bara að heimsækja aðra ferðamenn, heldur séu raunverulega að fara að heimsækja íbúana sem byggja og búa og lifa í borginni. Takk fyrir. Það var Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa fínu umræðu sem fram fer hér ferðamannaborgina Reykjavík. Hann þetta nálgast úr ólíkum áttum enda vinklarnir fjölmargir. Hér ætla ég að fara í umræðuna út frá aðgengi og tala aðgengilega ferðaþjónustu og tækifæri borgarinnar. Með samþykkt
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks urðu þáttaskil í réttindabaráttu fatlaðs fólks allan heim. Í samningnum kemur skýrt fram að stjórnvöld skuli tryggja að þjónusta og önnur aðstaða skuli standa fötluðum til boða til jafns við ófatlaða. Aðgengi eitt af aðalatriðum samningsins og í honum meðal annars í tali grein aðgengismál. Þar talað með leyfi forseta: aðildarríkin skuli gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt í mannlífinu á öllum sviðum. Það ráðstafanir sem miða að því að tryggja fötluðu fólki aðgang til jafns við aðra, að hinu efnislega umhverfi, að samgöngum, að upplýsingum og samskiptum, þar með talið upplýsinga- og samskiptatækni og kerfi þar að lútandi og annarri aðstöðu og þjónustu sem almenningi opin eða látin í té bæði þéttbýli og dreifbýli. Tilvitnun lýkur. Þessi samningur leggur mikla ábyrgð á herðar okkar en býður fullgildingar. Forseti, því hefur verið haldið fram að ef ekki verið gert meira aðgengismálum fatlaðs fólks að ferðamannastöðum á Íslandi sé ástæða til að ætla að orðspor landsins út á við og leið samkeppnishæfni okkar skerðist. Vert að benda á í þessu samhengi að talað að fjórðungur Evrópubúa búi við fötlun eða skerðingu að einhverju tagi. Ennfremur ber að hafa í huga að meðalaldur íbúa hins vestræna heims hækkar stöðugt og eldri ferðamenn hafi í mörgum tilfella sömu eða sambærilegar aðgengisþarfir og margt fatlað fólk. Brýnt að huga þessum málum í allri stefnumótun okkar hér í borginni og á landsvísu. Og þá gott að hafa í huga að ansi margt nú þegar vel gert. Það undirliggjandi misskilningur að aðgengileg ferðaþjónusta fyrir alla vísi fyrst og síðast til möguleika notenda hjólastóla að ferðamannastöðum. Gott aðgengi snýr að mun fleiri þáttum því ólíkir hópar njóta þess þegar hugað að góðu aðgengi. Mikilvægt að skapa aðstæður þar sem fólki líður vel. Til að gefa skýrari mynd af ólíkum skerðingum hægt að nefna auk hjólastólanotendur heyrnarskerta, blind og sjónskerta, göngu og handskerta sem á einstaklinga með þroskahömlun og þá sem glíma við mikla lestrarörðugleika. Sé komið til móts við þessar ólíku skerðingar þá gagnast þær öllum. Þannig nýtast leiðarlínur öllum, handrið, skýrt og stórt letur og leiðbeiningarskiltum, sömulegis þegar litabreytingar notaðar í hönnun sem skapa andstæður sem auðveldar sjónskertum átta sér betur á umhverfi sínu og veita margt annað fleira. Frú forseti, miðjan maí fer fram ráðstefna í Þórshöfn í Færeyjum bætt aðgengi fólks með fötlun að ferðamannastöðum á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Þar stendur jafnframt til að kynna leiðbeiningarrit bætt aðgengi. Markmið þessa verkefnis sem hefur verið undirbúningi í 2 eða 3 ár að skapa stjórnvöldum og aðilum í ferðaþjónustu verkfæri í formi handbókar eða viðmiðunarregla til að gera þessum aðilum kleift að bæta aðgengi fatlaðs fólks að ferðamannastöðum. Undirbúningur hefur staðið yfir í nokkuð tíma og fagaðilar verið kallaðir til. Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar veitti verkefninu styrk úr styrkjapotti sínum í maí 2015 og því tengist borgin verkefninu auk þess sem forsvarsmenn verkefnisins hafa verið í sambandi við embættismenn okkar hér í borginni. Löndin 3, Ísland, Færeyjar og Grænland eiga margt sameiginlegt fyrir utan að vera eyjur og nokkuð afskekktar fyrir vikið og aðeins aðgengilegar með flugi eða með sjóleiðina. Þá tekur veðurfarið miklum breytingum milli árstíða og tíma sóttu ferðamannalöndin heimnar eingöngu yfir sumarmánuðina en það hefur breyst undanfarin ár. Heimsóknir skemmtiferðaskipa til Íslands, Færeyja og Grænlands hafa aukist umtalsvert undanfarin ár. Skipuleggjendur slíkra ferða eiga auðveldara en margir aðrir að setja upp dagskrá sem tekur mið af ólíkum aðgengisþörfum og stýra viðskipta sínum á staði sem eru aðgengilegir. Af þessum sökum sjá margir tækifæri liggja þarna þegar kemur að markaðssetningu landanna sem aðgengilegra möguleika fyrir ferðafólk með ólíkar aðgengisþarfir. Forseti. Barcelona dæmi borg sem hlúð hefur vel að margbreytileikanum og ólíkum þörfum fólks. Borgin hefur markað sér stöðu sem miðpunktur siglinga skemmtiferðaskipa Miðjarðarhaf. Hluti af þeirri vinnu að tryggja gott aðgengi ólíkra hópa við höfnina og alla borgina. Sterka stöðu Barcelona hvað þetta varðar má hluta til rekja til sumarólympíuleikana sem haldin voru í borginni árið 1992 og síðar sama ár ólympíuleikar fatlaðs fólks. Vegna þeirra var ráðist í talsverðar framkvæmdir til að borgin gæti tekið betur á móti fjölbreyttari hópi gesta. Í framhaldinu og allt til ársins 2004 var áfram unnið kerfisbundið af því að bæta borgina, meðal annars með því að ganga þannig frá gangstéttum á torgum
að þau voru aðgengileg öllum. Stokkólmur er annað dæmi borg sem hefur látið sig aðgengismál varða. Fyrir aldamót hófst átak við að betrumbæta borgina og auka þannig lífsgæði borgarbúa, þar sem markmiðið var að fjarlæga hindranir utandyra og í opinberum byggingum. Skömmu upp úr aldamótum settu borgaryfirvöld í Stokkhólmi á stofn embætti umboðsmanns fatlaðs fólks og til að undirstrika áherslu borgaryfirvalda á aðgengismál þá er málaflokkurinn vistaður á skrifstofu varaborgarstjóra borgarinnar. Það var samt ekki fyrr en í kringum 2010 sem yfirvöld í Stokkhólmi ákváðu fyrir alvöru að markaðssetja borgina sem aðgengilega öllum ferðamönnum og síðan þá hefur verið unnið með sterka stöðu borgarinnar og reynt að koma upplýsingum á framfæri mögulega ferðamenn. Stokkhólmur hefur verið nefnt sem gott dæmi borg sem fjárfest hefur vel í innviðum og unnið markvisst að því að gera borgina aðgengilega öllum og eigi fyrir vikið mikla möguleika þegar kemur að því að markaðssetja borgina gagnvart ferðamönnum með ólíkar skerðingar. Hægt er að nefna fleiri evrópskar borgir sem staðið hafa vel að málum hvað gott aðgengi varðar. Salzburg í Austurríki er dæmi slíka borg en árið 2011 hlaut borgin aðgengisviðurkenningu Evrópusambandsins fyrir framúrskarandi árangur í aðgengismálum. Borgaryfirvöld í Salzburg hafa notað viðurkenninguna í markaðssetningu sinni. Torino og Ítalíu er annað dæmi borg sem tekið hefur aðgengismálin að alvöru og bætt aðgengi að sögulegum minjum í borginni og við grænt hennar auk þess sem lagður var góður almennu grunnur í tengslu við vetrarólympíuleika fatlaðs fólks sem framfór í Torino árið 2006. Í nýframkvæmdum og við endurgerð bygginga, við horfum hér hingað heim, við endurgerð bygginga gatna og opinna svæða er tekið til atriða sem ætlað er að tryggja og bæta aðgengi fólks hér í Reykjavík. Margt gott er gert í þessu samhengi sem og á fjölmörgum starfsstöðum borgarinnar sem tengjast ferðamennsku með einum eða öðrum hætti. Á vef Borgarsögusafns er fínt yfirlit aðgengismál og hvað er til staðar í söfnum borgarinnar. Aðgengið er misgott og sumir hlutir Árbæjarsafnsins vera til að mynda seint aðgengilegir öllum. Í öðrum söfnum borgarinnar er aðgengið betra og þar sem hugað er á ólíkum þáttum og til að mynda komið til móts við þá sem búa við skerta sjón- og lestrargetu. Í samantekt sem unnin var á síðasta ári af samstarfshópi Átaks, sem er félag fólks með þroskahömlun og fleiri aðila, aðgengi að ferðamannastöðum á Íslandi fyrir erlenda fatlaða ferðamenn, má finna gagnlegar ábendingar sem snúað Árbæjarsafni og landnámssýningunni og tekið verið tillit til þeirra. Nýverið fór fram málþing algilda hönnun og alþjóðlegum degi aðgengis fyrir alla og þar var fjallað þessa samantekt Átaks og í framhaldinu fjallaði Ríkissjónvarpið aðgengi að Árbæjarsafni út frá þeim upplýsingum sem fram kom í samantektinni. Þar að meðal fullyrt að salerni fyrir hreyfihamlað fólk hafi verið lokað mest allt síðasta sumar vegna bilunar. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fekk frá Borgarsögusafni er máli byggt á misskilningi og fullyrt er að salerni hafi verið aðgengilegt og nothæft síðasta sumar, þó kunni að hafa komið tímabundin bilun. Sem fyrr segir verða aðrar athugasemdir sem framkoma í samantektinni teknar til skoðunar, sem snúa að söfnunum tveimur sem heimsótt voru af átaki og í samtali við forstöðumann Borgarsögusafns fagnaði hann úttektinni, átti fínt spjall við hann hérna í morgun og hann tók einmitt fram að margt af því sem fram kemur í samantektinni er nú þegar til skoðunar á Borgarsögusafni. Aðgengja listasöfnum okkar er breytilegt og þá sama við sundlaugar borgarinnar. Það er ekki að rifja það upp og ég þreytist ekki að tala það. Það er breytingar sem við gerðum á Laugardalslaug, á klefum og lyftum sem komið var fyrir heitum pottum og laugarkerinu og stæði fyrir utan og svo framvegis, bílastæði. En á heimasíðu Reykjavíkur má finna gott yfirlit þau atriði sem eru til staðar í sundlaugunum, þar með talið hvort sundlaugarnar bjóðu upp á sér skiptiklefa og sturtu, lyftu ofan í laug, hjólastólaaðgengi að pottum og svo framvegis. Þetta fyrir þá sem vilja kortleggja og rýna í það hvort að laugarnar séu aðgengilegar og þá hverjar og þá ólíkar þarfir í huga gagnlegt yfirlit að ræða. Mér er ekki kunnugt að yfirlitið sé aðgengilegt á ensku en svo þarf að vera því ég veit til þess að erlendir ferðamenn sem að skipuleggja ferðalög til Íslands spyrjast reglulega fyrir aðgengi að sundlaugum borgarinnar
og slíkar fyrirspurnir hafa borist borginni reglulega og sömuleiðis hvaða þjónustu þar boðið upp á því að aðgengið breytilegt eftir sundlaugunum. Sem fyrr segir margt gott gert í Reykjavík. Fleiri eru meðvitaðri hvað bætt aðgengi varðar. Einkaaðilar taka nú þegar þátt og þeir eru margir hverjir vel með á nótunum sem ánægjulegt. Miðlun upplýsinga skiptir miklu máli því aðgengileg ferðaþjónusta vísar ekki aðeins til bygginga, umhverfis og líkamlega hindrana. Aðgangur upplýsingum skiptir sömuleiðis miklu. Þegar ferðamaður undirbýr heimsókn til Reykjavíkur þarf hann að hafa aðgang að þeim upplýsingum sem snúa að aðgengi í borginni. Og því tengt þá höfum við í ferðinum til skoðunar og erum til að taka fyrir núna á næsta fundi nefndarinnar að hvort það sé ekki forsendur og tæknilega hægt, auðvelt í útfærslu að búa til sér svæði, undirsíðu á vef borgarinnar þar sem aðgengismál eru tækluð í víðu samhengi, þar sem ætti að vera svona miðpunktur þar sem er þetta nálgast upplýsingar um aðgengi í borginni og þar má hugsa sér umfjöllun sem myndi nýtast erlendum ferðamönnum. Frú forseti, bent hefur verið á að fólk með skerta hreyfigetu ferðist nær alltaf með einhverjum og í 50% tilfella eru maka að ræða. Þannig að bætt aðgengi mun hafa áhrif á fjölda fólks, ekki bara þess sem býr við einhvers konar skerðingu, sem skapar meiri tekjur fyrir einkaaðila og hið opinbera. Þess að fleiri komi með, hvort sem það eru makar eða vinir eða aðstofafólk. Margir horfa til Skotlands en þar hefur ýmislegt verið gert í þessum efnum og þar meta stjórnvöld svo að þjóðhagslegur ávinningur landsins eftir að stjórnvöld beittu sér markvisst fyrir bætt og aðgengi sé nú óumdeilanlegur. Bætt aðgengi þannig gott fyrir alla. Leiðum á því líkur að krafan aukið aðgengi muni einungis aukast í fyrirsjáanlegri framtíð þar sem talað verði fötlun sem hluta af norminu og það sé umhverfið og samfélagsleg viðhorf sem skapi hindranir. Reykjavík getur markað sér sérstöðu í alþjóðlegu samhengi og tekið sér stöðu með þeim borgum sem eru í fararbroddi og tryggja aðgengi fatlaðs fólks og annarra að ferðatengdri þjónustu. Þangað eigum við að stefna. Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið ræðu sinni og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt að koma inn í þessa umræðu og reyna að endurtaka ekki allt það góða sem hefur verið sagt. Það var bara verið mjög fróðlegar og áhugaverðar umræður og auðvitað mjög mikilvægt að Reykjavík mótir sér stefnu um það hvernig við ætlum að vera fyrirmyndar ferðamannastaður sem eru auðvitað svolítið ekki kannski nýtt fyrir Reykjavík en í þessum magni að taka móti ferðafólki í þessum magni sem að verið hefur auðvitað áskorun fyrir okkur öll og við þurfum að hugsa hvernig við getum staðið okkur sem best, þó við gleðjumst auðvitað yfir fjölda veitingastaða og auknum hagvexti og öllu því. Fólk er mjög móttækilegt fyrir upplýsingum þegar það er að ferðast, það segja einhverjar rannsóknir og þess vegna skiptir auðvitað miklu máli að við hugsum hvað það er sem við viljum skilja eftir hjá fólki sem kemur til Reykjavíkur, hvaða skilaboð eru það sem við viljum skilja eftir hjá þeim sem okkur heimsækja. Og þess vegna fannst mér gaman að heyra áherslurnar hjá borgarfulltrúa Elsu Jómann áðan. Auðvitað eru þessar gömlu áherslur á heilsuborgina og menningarborgina og vetrarborgina og ráðstefnuborgina skemmtilegar, en líka það að þar sé komið inn á ábyrgð sem ég held að sé mjög gott. Af því við verðum auðvitað að nálgast þetta verkefni af ábyrgð, ekki síður og áhuga auðvitað. En það er auðvitað ábyrgðarhluti að taka á móti svona stórum fjölda fólks og bara gleðilegt að það sé gert og þessu sé flýtt með þessum hætti. Ég sá í eldri ferðamannastefnu var ekki gert ráð fyrir, kannski helming þess fjölda ferðamanna sem að í rauninni eru gestir núna. Ég held að það hafi verið gert ráð fyrir tæplega 1 milljón ferðamanna. Þannig að við erum að sjá fram að kannski sú stefnumótun sem átt að gilda til 2020 er ekki lengur kannski bara nógu góð. Þannig að þetta er bara frábært. Ég hlakka til að sjá þessa stefnumótun og hún verður sjálfsagt samþykkt í menningar- og ferðamálaráði og við fáum þá
fleiri ráðunefndir að skoða hvað okkur finnst um það. Ég er í ofbeldisráðunefnd og þar hafa ferðaþjónustan og ferðamálin oft komið upp og við höfum rætt áhrifin af því að fólki fjölgi svona mikið í borginni því það eykur auðvitað möguleika ofbeldi þegar fleira fólk er á ferð. Og þó að ofbeldisglæpum sé ekki endilega fjölgi í borginni og alls ekki í sama mæli við fjölgun ferðamanna eða fólk sem er á ferðinni, þá er þetta engu að síður atriði sem mér finnst að mætti ávarpa. Og það kallast vel á við þennan nýja þátt sem að þið hafi valið að leggja áherslu á sem er ábyrgð og við höfum oft rætt þar að það mætti, það hefur oft komið fram á fundum nefndarinnar, kannski frekar hjá gestum heldur en öðrum að fólki finnst svona hvernig borginni markaðsett og ekki af Reykjavíkurborg heldur jafnvel af öðrum sem er að selja hingað ferðir, að það sé ekki endilega jákvætt fyrir íbúa borgarinnar. Og þá er jafnvel verið að tala svona það sem er verið að markaðssetja borginni sem svona skemmtistaðaborg eða frábæran stað fyrir bachelor party eða eitthvað slíkt og þannig að ég veit að Reykjavíkurborg sjálf hefur ekki verið að markaðssetja sem í slíkum hætti en það er auðvitað eitthvað sem við getum hins vegar ávarpa í samtali við ferðamanna eða þá sem er að selja hingað ferðir til ferðamanna. Það eru vísbendingar að fjölgun ferðamanna stuðli að auknu mansali, það eru vísbendingar að mansal hugsanlega viðgangist í Reykjavík og það eru auðvitað ókveikjandi staðreynd og við höfum fjallað það hér áður og sett okkur aðgerðaáætlun hvernig við ætlum að bregðast ef að slík mál koma upp. Á vettvangi ofbeldisnefndarinnar höfum við rætt að það þurfi að fara í samtal við veitinga- og gististaði þessa staðreynd og stuðla því að þeir geti unnið markvisst að því að koma í veg fyrir að þar þrífist mansal og vændi. Og þar getum við hort til þess hvað aðrar borgir hafa gert í slíku samstarfi við markaðinn, meðal annars borgir í Svíþjóð, Gautaborg og Malmö og fleiri borgir sem hafa ávarpað þetta. Og mér finnst þetta bara að tengjast beint áherslu borgarinnar á ábyrgð í ferðaþjónustu sem að unnið var í samstarfi við Festi og fleiri aðila og við erum svona einn af stofnaðilum að. Og það eru talað stuðning við ferðaþjónustu fyrirtæki sem vilja vinna markvisst að sjálfbærni og samfélagsábyrgð og þar er auðvitað mikilvægt að draga fram það sem vel er gert á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar. Mér langaði líka að nefna að það væri áhugavert að fjalla kynferðislegt áreiti á veitinga- og gististöðum en árið 2015 þá var gerð hér rannsókn, það eru svo sem ekki til miklar upplýsingar slíkt eða rannsóknir en Starfsgreinasambandi kynnti rannsókn sem unnin var að Steinunni Rögnvaldsdóttur sem var á upplifun starfsfólks á kynferðislegri áreitni á vinnustað og það var verið að horfa á fólk sem vinnur á veitinga- og gististöðum. Og helstu niðurstöður rannsóknunar voru að 41% þeirra sem hefðu unnið á slíkum þjónustustörfum hefðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Það er ótrúlega stór hluti fólks og ef maður hugsar það hve margir núna starfa við slík störf í Reykjavíkurborg þá held ég að væri alveg áhugavert að einhvern veginn skoða hvernig við sem stjórnvald getum komið að því að minnka áhættuna á því að fólk verði fyrir kynferðislegri áreitni í starfi. Konur verða hlutfallslega oftar fyrir kynferðislegri áreitni heldur en karlar þarna eins og annars staðar en samkvæmt rannsókninni voru það það bil önnur hver kona og fjórði hver karl sem hefðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi á veitinga- og gististað. Og af þeim sem hefðu orðið fyrir áreitni voru 67,8% yngri en 24 ára þegar alvarlegast atvikið átti sér stað ef þau voru fleiri en eitt. Og mér finnst þetta er athyglisvert að skoða í samhengi við ójöfn völd einstaklinga og auðvitað ef þú ert að þjónusta og þú ert að þrífa herbergi eða þjónusta einhvern á veitingastað þá ertu ekki jafn honum. Þannig að þarna eru áskoranir líka sem að mér finnst bara koma vel inn í það hvernig við viljum birtast sem borg. Þetta er auðvitað fyrst og fremst þó á vettvangi atvinnurekenda og starfsmannafélaga og stéttarfélaga en með þáttöku okkar í festu samkomulaginu hvernig við viljum stuðla að ábyrgð í ferðaþjónustu og fleira þá finnst mér þetta alveg koma inn í þetta. Þannig við munum eflaust þegar þetta fer áfram þá munum við á einhvern hátt eflaust ávarpa það hvernig við getum
getum stutt við íbúa og starfsfólk á veitinga- og gististöðum og í ferðaþjónustu almennt. En eins og ég sagði áðan, það bara margt fínt búið að koma hérna fram og ástæðulaust til að endurtaka það. Það hefur verið talað heimagistingar og rútur og viðhorf íbúa sem eru almennt jákvæð, finnst mér. En auðvitað er þetta nýtt fyrir okkur Reykvíkinga að það séu svona margir allstaðar. Maður fer út og heldur maður geti labbað á veitingastað og fattar að það er bara alls ekki þannig lengur. En það eru auðvitað ákveðið lúxusvandamál. Ég ætla kannski bara að fá að nefna það hér af því að ég er í strætó að við skrifum undir þessa yfirlýsingu ábyrgð í ferðaþjónustu og erum að skoða hvernig við erum að standa okkur þar og við erum líka að skoða hvernig við getum hreinlega mætt þessum aukna straumi ferðamanna og reynt þá að bjóða þannig þjónustu, að gera þjónustuna það aðgengilega að ferðamenn nýtir sér almenningssamgöngur allavega innan Reykjavíkur í meira mæli heldur en nú er og þá bara tökum við á okkur að gera þjónustuna aðgengilegri fyrir erlenda ferðamenn hver sem svo lausn er. Þannig við erum að skoða það núna og ég held að það geti til dæmis hjálpað okkur með umferðarmálin því að auðvitað hefur strætó ekkert farið varhluta af því að þegar ferðamennum fjölgar svona mikið og bílum fjölgar svona mikið á vegunum þá seinkar líka almenningssamgöngum með þeim afleiðingum sem það hefur. Þá hefur Heiða B. Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst því umræðu lokið. Þá göngum við til 4. liðar á dagskrá. Nei, djók. 5.